Svona er mælaborðið yfir íbúa svæða eftir ríkisfangi. Það er hægt að velja ár hérna vinstra megin og þá breytast upplýsingarnar sem eru sýndar í mælaborðinu. Kortið breytist og súluritinn breytast. Það er hægt að velja hérna hvort að horft er á íslenskt ríkisfang eða erlent ríkisfang. Þannig að það er hægt að horfa á annað kort í einu. Það er hægt að velja hérna svæðaskiptingu fyrir neðan, hvort að landinu sé skipt í landshluta eða bara sveitarfélög. Svo er líka hægt að velja landshluta hér fyrir neðan og sýna þá sveitarfélögin í þeim landshluta bara. Það er hægt að velja bara annaðhvort kalla eða konur og það er hægt að stilla á aldursbil hérna. Þá er lægsti aldurinn hér og hæsti aldurinn hér. Og upplýsingarnar sem koma fram hérna, það er þá, hérna erum við búin að velja erlent ríkisfang og landið allt er undir, það er ekki búið að velja neitt svæði. Og það sjáum við íbúafjölda alls landsins, svo hversu stórt hlutfall er þá annarkvort erlendir eða íslenskir ríkisborgarar og hvernig sá hópur skiptist í kalla og konur, þá bæði fjölda og hlutfall og svo meðalaldur. Hérna er þetta meðalaldur erlendra ríkisborgara og hér fyrir neðan er aldurstré með 10 ára tímabilum eða 10 ára aldursbilum skipt í kalla og konur og þá sjáum við hversu margir eru í hverju aldursbili í hvoru kyninu. Við getum horft hérna á aldurstréð fyrir erlenda ríkisborgara og sjáum að það eru ansi margir hérna á þessum svokallaða vinnualdri, kannski frá 20 til 50 ára. En ef við skiptum yfir í íslenska ríkisfangið, þá er aldurstréð mun jafnara eftir aldursflokkum. Nú kortið hérna við hliðina á, það sýnir hlutföll annarkvort erlendra eða íslenskra ríkisborgara af íbúafjöldanum á hverju svæði. Sjáum við til dæmis að í Mýrdalshreppi þar eru 511 erlendir ríkisborgarar og hlutfallið þeirra er 50% af heildaríbúafjöldanum. Þessar upplýsingar koma líka fram hérna í töflunni, Mýrdalshreppur. Sjáum við íbúafjöldan og fjölda erlendra íbúa og þessu er þá raðað eftir hlutfalli erlendra íbúa af heildara íbúafjöldanum. Sjáum að þetta breytist ef við skiptum yfir í íslensk ríkisfang. Við gætum viljað skoða fjölda grunnskólabarna sem eru með erlent ríkisfang og hlutfall þeirra af íbúafjöldanum á sama aldri. Og það sjáum við að hæst hlutfallið er í Súðavíkurhreppi, 56% af grunnskólabörnum eru með erlent ríkisfang. Nú hér er annar flipi sem heitir lönd og það er hægt að velja hann hérna uppi til vinstri. Og þetta er yfirlit yfir frá hvaða löndum erlendir íbúar landsins eru. Við sjáum hérna á kassaritinu að 36% þeirra eru frá Póllandi, 7% frá Litáen og 6% frá Úkraínu. En hérna er líka hægt að ýta á þjóðernið og þá sjáum við hvernig það dreifist yfir landið, sveitarfélögin, hver heildarfjöldin er og hvernig kynjaskiptingin er innan þess hóps til dæmis. Svo er hægt að velja saman tvö lönd til dæmis. Tökum hérna Spán og Portúgal sem dæmi. Og á kortinu sjáum við hvernig spænskir og portúgalskir íbúar dreifast yfir landið og hvernig fjöldi þeirra hefur verið undanfarin ár, þau ár sem að gögnin ná yfir. Og það er hægt að raða hérna eftir fjölda. Sjáum við að það eru 1500 portúgalskir og spænskir íbúar í Reykjavíkurborg og aðeins færri annars staðar. Við prófum að ýta hérna á Múlaþing til dæmis, þá síast mælaborðið eftir Múlaþingi og
Þá erum við bara með upplýsingar Múlaþing hérna uppi og sjáum að það var mikill fjöldi spænskra og portugalska íbúa í Múlaþingi árunum 2005 til 2008. En það var mikill fjöldi þeirra á framkvæmdatímanum hérna fyrir austan þegar það var verið að byggja Kárahnjúkavirkjun og svo framvegis. Svo fækkar þeim og hérna bara á bilinu 5 til 10 hérna í nokkur ár en þeim hefur verið að fjölga aftur eins og sést hérna á þróunarmyndinni. Og hér svo flipinn þróun, hann valinn hérna uppi og þar birtast upplýsingar fjölda erlendra eða íslenskra ríkisborgara á landinu í upphafi og lok tímabils sem valið. Hérna tímabilið 1998 til 2024 valið og við sjáum hversu margir með erlent ríkisfang bjuggu á landinu á fyrsta ári tímabilsins og síðasta. Þetta líka hægt að sjá fyrir íslenskt ríkisfang ef að það valið hérna til hliðar. Við getum horft á síðustu 10 árin og þá sjáum við hvernig þetta hefur breyst á þeim tíma. Hérna sjáum við að erlendum íbúum hefur fjölgað 42.000 eða 200% á 10 árum. Ef við veljum hérna íslenskt ríkisfang og erum með síðasta áratuginn undir, þá sjáum við að íslenskum ríkisborgurum fjölgar í heildina sirka 22.000. En þeim samt aðalega að fjölga á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Suðurnesjum og í kringum Akureyri, eins og sést hérna á kortinu. Grænu svæðin svæði þar sem að íbúum með íslenskt ríkisfang hefur verið að fjölga, en rauðu svæðin svæði þar sem að þeim hefur verið að fækka. Hér hægt að velja landshluta og ef við veljum til dæmis Vesturland hérna, þá fáum við kort af þeim landshluta og sjáum hérna upplýsingarnar. Íslenskum íbúum fjölgaði 656 á 10 árum. En svo sjáum við hérna í töflunni að fjölgunin nær eingöngu bundin við Akraneskaupstað og Hvalfjarðarsveit. Það fjölgaði aðeins íslenskum íbúum í Stykkishólmi en annars staðar hefur þeim bara fækkað.